Ítrekaðar athugasemdir voru gerðar við notkun Heiðu Bjargar Hilminsdóttur borgarstjóra á innkaupakorti sem hún hefur til umráða. Hún endurgreiddi 3 reikninga í þessari viku eftir fyrirspurnir fjölmiðla. Uppgjör við tímann í Bakkakoti hefur reynst mönnunum sem þar dvöldu í æsku þungbært, segir lögmaður þeirra. Frumvarpsdrög rannsóknarnefnd Bakkakot og fleiri vistheimili á lokametrunum. Verkamannaflokkurinn beið afhroð í sveitarstjórnarkosningum á Englandi í dag. Umbótaflokkur Nigel Farage var sigurvegari kosninganna og bætti við sig yfir 1200 fulltrúum. Sveitarfélagið Árborg að rétt úr kútnum eftir mikla fjárhagserfiðleika síðustu ár. Það þó nærþjónustan sem stendur íbúum næst. Hinn Erni David Attenborough 100 ára í dag. Hann af mörgum talinn einn áhrifamesti maður samtímans og hefur frætt og skemmt fólki í áratugi. Komiði sæl. Starfsfólk Reykjavíkurborgar gerði ítrekað athugasemdir við notkun Heiðu Bjargar Hilminsdóttur borgarstjóra á innkaupakorti sem hún hefur til umráða í störfum sínum. Hún hefur endurgreitt nokkra reikninga, suma eftir fyrirspurnir fjölmiðla. Framkom í fréttum RÚV í gær að Heiða Björg hefði notað innkaupakort frá Reykjavíkurborg fyrir 753.000 krónur síðan hún tók við embætti í febrúar í fyrra, sem mun meira en forverar hennar á borgarstjórastóli á þessu kjörtímabili gerðu. Alls voru 35 úttektir á kortinu. Gerðar voru athugasemdir við meiri hluta þeirra. En samkvæmt skriflegu svari frá Reykjavíkurborg gerði starfsfólk á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara 23 skriflegar athugasemdir við notkun Heiðu Bjargar á kortinu, auk munnlegra athugasemda. Þá gerði bókhaldsskrifstofa fjármála og áhættustýringarsviðs einnig athugasemdir við óskýrar upplýsingar eða skort á kvittunum. Heiða Björg hefur endurgreitt 5 reikninga í 4 færslum. 3 reikningar voru greiddir í þessari viku eftir fyrirspurnir fjölmiðla. Fram hefur komið að ekki sé heimilt að kaupa áfengi nema með sérstöku leyfi. Samkvæmt svari Reykjavíkurborgar var áfengi keypt með korti Heiðu Bjargar en ekki ljóst hversu oft né hve mikið. Heiða Björg Hilminsdóttir borgarstjóri, vertu velkomin hingað til okkar. Fyrir það. Þú endurgreiðir einhverja af þessum reikningum eftir að fjölmiðla umfjöllun byrjar. Hvernig útskýrir það? Já, það auðvitað þannig að það er mikið og gott eftirlit með öllum innkaupum borgarinnar og það sama á við borgarstjóra þar og alla aðra. Það að þessir reikningar, við höfum verið að kalla eftir nýjum kvittunum fyrir þá í nokkurn tíma og við fórum auðvitað yfir þetta í upphafi vikunnar. Var þetta ófullnægjandi af þinni hálfu? Já, ég auðvitað skila inn til skrifstofu borgarstjóra og borgarritara þegar ég kaupi og skilaði kvittunum þangað. Þau fara yfir og tryggja allar heimildir sig og senda áfram til fjármálasviðs. Af hverju varstu að endurgreiða? Og þá vantaði í rauninni ákveðin fylgiskjöl eða ákveðnar upplýsingar á kvittunina og þá er það alveg skýrt að þá greiða starfsmenn tilbaka. Og það gildi bara borgarstjóra eins og alla aðra. En nú eru að gera 23 athugasemdir við þessa reikningar eða þessa færslur. Gerir það ekki þessa kortanotkun svona yfir höfuð bara svolítið grunsamlega? Já, það er ekki endilega, ég held að athugasemd sé svolítið gildishlaðið orð. Það auðvitað hlutverk starfsmanna. Já, þetta auðvitað hlutverk starfsmanna að spurja út í tilefni eða slíkt og það er. En þú ert yfirmaður allra sem í ráðhúsinu. Já, það gildir það sama borgarstjóra og alla aðra. Þannig að ég fagna því og mér finnst það mikilvægt að það eru 3 aðilar sem fara yfir alla reikninga og eðlilegt að þeir spurji og það hafa þeir gert og við höfum fylgt því eftir. Og mér finnst bara mjög eðlilegt að fólki finnst þetta óþægilegt og þykir bara vænt að fá að útskýra þetta hér að það er á engan hátt óeðlilegt eða vafi það að borgarstjóri hafi heimild til þess að taka á móti gestum. Já. Og við erum kannski ekki að ræða það og það er allir kannski sammála það að upphæðin kannski ekki svo há. Þetta hins vegar almannafé. Já. Og þess vegna spyr ég þig bara, finnst þér þessar skýringar þínar nægilega trúverðugar og er þetta ekki bara dæmi svo lítið slæma stjórnsýslu?
Já, ég skil að fólki finnst það og þess vegna finnst mér mikilvægt að fá að koma að því að ég held að þetta sé líka mörgur dæmi góða stjórnsýslu, gott eftirlit með útgjöldum. En þinni hálfu ég að segja, stjórnsýsla þín að skil ekki nægilega fullnægjandi kvittunum til dæmis. Já, ég hef bara fylgt þeim leiðbeiningum og athugasemdum sem ég fengið og reynt að bæta úr því og ég meina að það eru... En þarf borgarstjóri að fá svona mikla leiðbeiningar bara við þegar hann að nota kort í eigu borgarinnar? Já, þetta bara eðlilega spurningar fyrst mér. Mér finnst þetta í rauninni ekki neikvætt og í rauninni bara fagna því að það sé spurt úti hvað borgarstjóri að eyða því ég veit að það sama gildur alla sviðsstjóra og alla þá 100 sem eru að kaupa inn fyrir borgina. En áttu eftir að endurgreiða fleiri reikninga, veistu það? Ég á ekki eftir að endurgreiða fleiri reikninga en það get ekki sem mér vitanlega. Það reyndar, okkur vantar ennþá eina kvittun. Það erfitt að fá betri kvittanum í kennitölum frá útlöndum þannig að þá stend ég bara straum af því. Það það og svo ein nýferð sem við fórum í til Grænlands þar sem við eigum eftir að gera upp á móti dagpenningum. Já. En heldur að þessi öllum spurningum verður svo máli lokið heldur eða eiga á meira eftir að koma fram? Já, það í það minnsta setti ég og ég valdi það, seti bara út í dag og mína Facebook-síðu, upplýsingur hverja ég hitti og hvar ég var og hvers vegna. Ástæðan fyrir því að við erum að gera þetta almennt að við erum að reyna að reka borgina með hagkvæmum hætti. Það ódýrara að hitta fólk annars staðar heldur en að kalla út fjölda starfsmanna. Þannig að já, ég vona það að fólk treysti því að það sé vel farið með fé. En ég skil að þetta sé óþægilegt. Og ég bara ber virðingu fyrir því en mér langar að segja að þetta líka merkjum það að það gott eftirlit í ráðhúsinu. Og þá virðist að við þurfum að hafa eftirlit með öllum starfsmönnum og líka borgarstjóranum. Já, það á að fara vel yfir útgjöld allra og ég held að það sé mjög mikilvægt. Takk kærlega fyrir Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri fyrir að koma hingað til okkar og við snúum okkur að svoleiðis allt öðru. Uppgjör mannanna sem voru vistaðir sem börn í Bakkakoti mjög erfitt, segir lögfræðingur þeirra. Nokkrir mannanna hafa reynt sjálfsvíg á síðustu mánuðum, drög að frumvarpi rannsóknarnefnd Bakkakot og fleiri vistheimili á lokametrunum og voru kynnt lögmanninum í stjórnarráðinu í morgun. Hvernig líst þér á frumvarpsdrögin? Já, þetta eru ágætis drög en við sáum hérna strax ýmislegt sem við bentum á að þyrfti að laga. Það þurfa að vera mjög skýrar heimildir á okkar mati að til dæmis lögregluskýrslur megi nýta og þess að nefndi geti kallað eftir lögreglugögnum og ýmsum heilsufarslegum upplýsingum, áverkavottorðum og þess háttar sem eru þannig úr garði gerð að þeir geta upplýst það sem gerðist og það tjón sem umbjóðendur okkar hafa orðið fyrir. Bjarki bundinn trúnaði það sem í frumvarpsdrögunum en til stendur að leggja frumvarpið fram á Alþingi á yfirstandandi þingi til þess að rannsóknarnefndin geti hafið störf sem allra fyrst. Verið sé að meta þörf mannanna fyrir sálfræðiþjónustu. Þeir eru 30 talsins og hafi mikla þörf fyrir aðstoð. Hvernig líður mannunum með þessa vinnu? Hún hefur í mörgum tilvikum verið mjög erfið og þetta auðvitað misjafnt eftir hverjum einum. Hjá sumum þetta þannig að þetta hefur bara verið það erfitt að nokkrir þeirra hafa reynt að fremja sjálfsmorð og þetta bara virkilega erfitt og teymið hefur einmitt reynst þeim bara lífsnauðsynlegt. Það hefur virkilega verið hlúið haldið utan þá drengi sérstaklega. Þannig að þetta bara svona allur gangur á því en þetta auðvitað rosalega erfið vinna og það eru margir að opna sig í fyrsta skiptið við einhvern það sem gerðist þarna og þetta bara mjög mikilvæg og erfið vinna. Þetta bara umfjöllunin og hjá sömu þeirra þetta þannig að sko þeim hefur ekki verið trúað alla ævi. Kannski lýstu ofbeldi þegar voru börn og þeim var sagt að þeir var að ljúga og núna þetta að koma fram og þeim alltaf trúað og nú kemur í ljós að þetta var satt allan tíman og bara tilfinningaflóðið og bara áföllin sem opnast og sárin, þetta hefur bara verið sumum svo erfitt að menn hafa reynt að fyrirfara sér. Verkamannaflokkurinn hlaut sögulega slæma kosningu þegar kosið var til sveitarstjórna á Englandi í gær. Kosið var 6 borgarstjórastöður og 5.000 fulltrúar voru kjörnir í sveitarstjórnir. Einnig var kosið til þings í Wales og Skotlandi. Reform umbótaflokkur Nigel Farage stórjók við fylgi sitt og bætti við sig rúmlega 1300 sveitarstjórnarfulltrúum á Englandi. Flokkurinn náði til sín sætum frá bæði verkamannaflokknum og íhaldsflokknum. Verkamannaflokkurinn beið sögulegan ósigur í Wales eftir 27 ár við völd. Nigel Farage, leiðtogi Reform umbótaflokksins var sigurreifur þegar hann ávarpaði fjölmiðla í morgun. And it's significant. It's our first win of a borough in London
And that in some ways goes against the trend, because the pattern that's emerging over the country is that Labour are being wiped out by reform in many of their most traditional areas. But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics. We've been so used to thinking about politics in terms of left and right, and yet what Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally we're proving in a big way we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War I. Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, viðurkenndi að úrslitin væru slæm en að hann væri ekki á útleið. Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And we have lost brilliant Labour representatives, people who put so much into their communities, so much into our party and our movement. And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives improved. Labour's elected to meet those challenges, and I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos. Bogi Ágústsson, Starmer segist ekki ætla að víkja þrátt fyrir það að flokkur hans sem forsætisráðherra beðið afhroð í þessum kosningum og hann hefur átt á brattar að sækja undanfarið. Hver staða hans núna? Hún mjög slæm og það eru sumir sem að segja að framtíðans ráðist á næstu 3 sólarhringum og aðrir fréttaskýrendur segja að þó hann fari ekki núna þá sé hann varla langtíma leiðtogi fyrir verkamannaflokkinn, en á móti verður að segja verkamannaflokkurinn, hann hefur enga hefð fyrir því að skipta leiðtoga á meðan að hann við völd. En lifir hans pólitíski ferill þetta af, eða kemur það í ljós á næstu 3 sólarhringum? Það mjög ólíklegt að hann lífið þetta af svona til lengri tíma litið. Orðinu þannig, það ólíklegt að hann verði leiðtogi verkamannaflokksins í næstu kosningum 2029. Nú umbótaflokkur Farage, hann verður sigurvegari í kosningana. Hvað útskýrir rauninni þetta góða gengi? Já, Sir John Curtis, sem nú Ólafur Harðarson þeirra Breta, hann segir að verkamannaflokkurinn hafi brugðist væntingum kjósenda og það sem að meira sé að kjósendur telji margir að flokkurinn hafi ekkert plan. Það er engin von hjá þeim. Þannig að þeir eru búin að fá nóg af báðum stóru gömlu flokkunum og þess vegna leitaði til einhverja sem eru með einfaldar lausnir, tala dygðubarkalega og segjast bara geta ráðið allt. Nú hafa margir sagt að komi tíminn til að þeir fá einhvern séns. En tveggja flokka kerfið þá liðið undir lok? Já, eitt fréttaskýrandi talaði það í dag að við þyrftum að tala 5 flokka kerfið, það er að segja Reform eða umbótaflokkinn og Íhaldsflokkinn, Frjálslynda demókrata, verkamannaflokkinn og svo Græna sem hafa bætt verulega mikið við sig, þannig að þetta er allt annað landslag. Bogi Ágústsson, takk fyrir að koma hingað og útskýra þetta fyrir okkur. Og að allt öðru. Mennta- og barnamálaráðherra segir ekki lengur þurfa að grípa ítrekað í neyðarhemla því engin bið sé eftir fíkn og hegðunarmeðferðin fyrir börn. Nýtt meðferðarheimili var opnað í dag. Að þessum tíma lokið. Þessum ófremdar tíma. Heimili sem að Lækjarbakka í Gunnarsholti var formlega opnað í dag, en það pláss fyrir 6 og nú dvelur þar 1. Þessi meðferð ætluð ungmennum eða drengjum og kynsegin einstaklingum á aldrinum 13 til 18 ára sem eru með þá alvarlegan vímuefnavanda eða ofbeldisbrot í sinni sögu, hegðunarerfiðleika og slíkt. Mennta- og barnamálaráðherra segir stöðuna í málaflokknum gjörbreyta. Það ekkert einasta barn á bið í dag eftir meðferðarúrræði, hvorki hvað lítur að hegðunar eða vímuefnavanda. Og það meðal annars vegna aukinar áherslu og önnur meðferðarúrræði. En staðan var nokkuð önnur fyrir ekki svo löngu síðan þegar foreldrar sendu börn sínu meðferð til annarra landa vegna þess að þau komast ekki að hér. Við getum samið einhverja til þess að vera með öryggi ef eitthvað bregður út af, þannig að við lendum ekki í því að hafa ekki úrræði ef að við lendum í einhverjum erfiðleikum og að við þyrftum ekki að grípa inn að neyðarhemla, heldur höfum við í rauninni aðstöðuna fyrir börnin okkar hér heima. Og þó að heimilið hafi verið formlega opnað í dag, komu fyrstu drengirnir þangað í byrjun mars og fljótlega eftir það var greint frá stroki af heimilinu. Þetta það sem við tölum kannski bara svolítið eðlilegu partur af meðferðinni. Við erum opið úrræði, við höfum ekki heimildir til þess að þvinga einstaklinga ef þeir vilja fara frá okkur. Ég ofur stolt af stöðunni í dag og finnst bara
aðdánavert hversu hratt og vel okkur hefur tekist að bregðast við bara ófremdar ástandi sem var að ríkja tíma í samfélaginu hvað lítur að börnum. Friðrik Danakonungur hefur boðað leiðtoga allra stjórnmálaflokka sem eiga sæti á þingi landsins á sinn fund í kvöld einn í einu. 44 dagar eru frá þingkosningum og aldrei áður hefur tekið jafnlangan tíma að mynda stjórn. Mette Frederiksen leiðtogi jafnaðarmanna fékk stjórnarmyndunarumboðið eftir kosningar en hefur ekki tekist að mynda stjórn. Lars Løkke Rasmussen leiðtogi Miðjuflokksins Moderaterna sleit viðræðunum í dag og stakk upp á því að Troels Lund Poulsen leiðtogi Hægri flokksins Venstre fái stjórnarmyndunarumboð. Hann segir þurfa að breyta stefnu í viðræðunum en útilokar ekki að Frederiksen verði áfram forsætisráðherra. Í dag eru 8 dagar til sveitarstjórnarkosninga og því ætlum við að líta á 8. stærsta sveitarfélag landsins sem Árborg. Árborg er fjölmennasta sveitarfélagið á Suðurlandi og varð til árið 1998 með sameiningu Selfossbæjar, Eyrarbakkahrepps, Stokkseyrahrepps og Sandvíkurhrepps. Íbúum þar hefur fjölgað hratt undanfarin áratug og áramót bjuggu tæplega 12.700 í sveitarfélaginu. Meirihlutann skipa 4 fulltrúar Sjálfstæðisflokks og 1 fulltrúi áfram Árborgar. 4 listar bjóða fram í ár: Framsóknarflokkur, Viðreisn, Sjálfstæðisflokkur og Samfylking. Fjármálin hafa yfirskyggt á flest önnur mál á kjörtímabilinu í Árborg. Íbúum fjölgaði mjög hratt og sveitarfélagið hafði ekki bolmagn til að halda í við þá fjölgun. Skuldirnar hrönnuðust upp og á endanum þurfti að leita náðir eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga. Það þurfti að ráðast í sársaukafullar aðgerðir. Tugum starfsmanna var sagt upp, álögur á fólk og fyrirtæki voru hækkaðar, gjaldskrá sömuleiðis og draga þurfti úr fjárfestingum. Þótt aðgerðirnar hafi vissulega skilað árangri er staðan viðkvæm. Skuldaviðmiðið hefur lækkað úr 165% í 119 á 4 árum og afkoma síðasta árs gefur vonir að það versta sé að baki. Það fer ekki fram hjá neinum sem keyrir í gegnum bæinn að það stendur mikið til. Framkvæmdir við nýja Ölfusárbrú eru hafnar og stefnt að hleypa umferð hana á næsta kjörtímabili. Það ætti að létta töluvert á umferðinni gegnum bæinn, en það er nærþjónustan, ekki skuldir og umferð, sem er bæjarbúum efst í huga þegar gengir inn í kjörklefan. Það er meðal annars allt of há fasteignagjöld sem ég finnst og líka há leikskólagjöld. Ég held að þau séu með þeim hærri á landinu. Það er bara fjárhagsstaðan, skólamálin, leikskólamálin. Það er menntamálin og líka fyrir fatlaða. Mér finnst ekki verið gert nógu mikið fyrir þau. Aðalega gæludýrin, sko. Hundasvæðið okkar er hræðilegt, bara ekki hægt að fara með hunda okkar og götunar, þær eru ógeðslega mikið af glerbrotum út allt og þetta er svona leiðilegt að fara út að labba með þá. Til dæmis í samvætti við skólpmálin hérna í Árborg, bæði við ströndina og hérna sem kemur frá Selfossi. Það þarf að vera meira í lagi og það vantar stöð til svona hreinsistöð til að hreinsa skólpið sem kemur frá okkur mönnunum og svo náttúrulega heita vatnið. Já, það eru náttúrulega þjónusta fyrir okkur aldraða. Hún er ágætt hérna á Selfossi. Kannski mætti laga ýmislegt. Þótt Selfoss sé vissulega helsta lífæðin í sveitarfélaginu Árborg, þá búa vel á 2.000 manns í nálægum byggðakjörnum í Tjarnabyggð, Stokkseyri og á Eyrarbakka. Og hagsmunir íbúa þar fara ekki endilega alltaf saman við hagsmunir íbúa á Selfossi. Skólamál, þau eru mjög ofalega. Þeir í Árborg er alltaf að reyna að loka skólanum hérna, sem er alls ekki gott. Af því að það er ekki heldur pláss fyrir krakkan á Selfossi og hver vill kaupa sér eign í bæ sem er ekki einu sinni grunnskóli. Leikskólamálin með leikskólagöngu og meiri pláss í leikskólum og já, laun leikskólakennara. Bara að þorpið mitt verði aftur með sama bjarta glóa og hann var með áður. Bærinn var miklu fallegri og fínni og það væri gott að fá gangstéttinar í lag og svona. Já, það er bara byggðin hérna niður frá, hérna á Eyrarbakka og Stokkseyri. Er það upplifun íbúa hérna að þjónustan hafi verið að draga saman? Hún mætti vera betri. En þetta er svona heldur að koma hjá okkur. Leikskólamálin eru mjög góð.
Við sækjum náttúrulega þjónustu á Selfoss. Það mætti náttúrulega vera meira í boði hér á Eyrarbakka. Við fáum bara nánast ekki neitt, sko. Við borgum bara útsvar og eigum bara að brosa. Nú þegar Dalamenn ganga á kjörborðinu býður þeirra að velja á milli 530 nafna. 4 frambjóðendur gáfu kost á sér á framboðsfundi í gærkvöld. Flest ykkar vona ég að viti hver ég er. Ég heiti Guðlaug, alltaf kölluð Gulla. Það var persónulegur og innlægur bragur á framboðsfundinum í Dalabúð, enda skipta þar persónurnar höfuðmáli. Í 7 sveitarfélögum á landinu barst engin framboðslisti fyrir sveitarstjórnarkosningar, svo þar fara fram óbundnar kosningar. Hvergi á landinu eru fleiri í framboði heldur en hér í Dalabyggð. 534 eru á kjörskrá. Og það eru allir kjörgengir sem eru heilir og hraustir og yngri 65 ára. Að vísu hægt að skorast undan. Þeir sem hafa verið í sveitarstjórn geta skorast undan jafnmörg kjörtímabili eins og þeir hafa setið í sveitarstjórn. Þannig að já, geta verið ansi mörg nöfn sem koma til greina. Skúli er meðal þeirra 4 sem biðst undan því að sitja áfram í sveitarstjórn. Sjálfur hefði hann kosið að sjá listakosningu. Þá hefur maður meira bakland, maður veit á hvert maður á að leita, maður vantar einhverja svona stuðning og allavega ég tel að það sé betra. 4 gáfu kost á sér í gær en það þarf 7 í sveitarstjórn og 7 til viðbótar sem varamenn. Þá gæti það farið svo að einhverjir dragi stuttastráið og þurfi að sitja í sveitarstjórn án þess að hafa á því minnsta áhuga. Ég held að það sé bara ekkert mjög gott. Bara hvorki fyrir þann sem lendir í því eða bara samfélagi. Sérstaklega ef það er einhver sem hefur virkilega engan áhuga á að starfa. Hann segir að eins geti samhljóminn skort hjá sveitarstjórn þar sem fólk hafi ekki stillt saman strengi fyrir kosningar. Bergþóra segir kjörstjórn eiga mikið verk fyrir höndum. Hver einasti kjósandi þarf að skrifa nöfn sinna frambjóðenda á seðilinn. Það getur verið 1 nafn eða 14 ef kjósandi vill velja í sæti aðal- og varamanna. Þannig að þetta kallar á 6 kjörklefa hjá okkur. Annars höfum við venjulega verið með 2 og verið bara í stjórnsýsluhúsinu. Þannig að það þarf að lesa hvern einasta kjörseðil, öll nöfn. Því er beint til kjósenda að skrifa skýrt og greinilega, þannig að engin vafi leiki á því við hvern er átt. Svona til gamans þá er hægt að segja bara Jón og Hóli ef það er alveg örugt að það er vita við hvern er átt. Einn þekktasti sjónvarpsmaður heims, David Attenborough, er 100 ára í dag. Óhætt er að segja að David Attenborough sé en áhrifamesta manneska samtímans. Hann hefur verið andlit og rödd sjónvarpsþátta náttúru og dýralíf frá því á 7. áratugnum. I started in television in Britain in 1952, so it's just coming up to 40 years. And television was very different then. We couldn't go abroad, so it was always about British natural history. But then I started going abroad, and I've been going to foreign parts of the world, including Iceland, ever since. I don't have to ask, you are enjoying it very much. I have a marvellous, marvellous time. I see all the most exciting and beautiful things in the world, and people pay me to do it. It's wonderful. Í seinni tíð varð hann mikill baráttumaður fyrir umhverfinu. Perhaps the fact that the people most affected by climate change are no longer some imagined future generation, but young people alive today. Perhaps that will give us the impetus we need to rewrite our story, to turn this tragedy into a triumph. Yfir 40 dýra- og plöntutegundir hafa verið nefndar eftir honum og hann hefur unnið til fjölda verðlauna auk þess að vera tvívegis sleginn til riddara. Afmæliskveður hafa birst á ýmsum byggingum í heimalandinu Bretlandi og fjöldi viðburða hefur verið allt land í tilefni afmælisins. Attenborough er afar hógvær maður að sögn samferðafólks og var mjög skýr hvað honum fannst afmælisfögnuðinn. Því minna, því betra. Very typical David. He's a very modest, rather private man actually, and he's almost embarrassed by his fame. He hates celebrity. It's interesting, he never ever says the word I on camera. He's always talking about the animals, and he's always been very clear to all of us that work with him. Remember, the animals are the stars, I'm not. Íslendingar hafa setið límdir við skjáin yfir þáttum Attenboroughs í áraraðir og vinsældirnar eru í hæstu hæðum. Þetta bara á pari við það besta sem gerist við íslenskt efni og hefur haldið uppi mánudagskvöldum Ríkisútvarpsins í áhorfi í áraraðir. Í kvöld verða tónleikar í Royal Albert Hall þar sem íslenska hljómsveitin Sigur Rós kemur fram.
Lag sveitarinnar Hopp í polla var notað í kynningu á fyrstu 2 þáttaröðum af Planet Earth sem sýndar voru á RÚV undir heitinu Jörðin. Vestfirskir púkar léku listir sínar á lokahátíð Púkans barnamenningarhátíðar Vestfjarða í Ísafjarðarbíói í dag. Síðsumars verður almyrkvi á sólu sem sést best á Vestfjörðum og myrkvinn var í aðalhlutverki á sólmyrkva leikonum svokölluðu sem voru hluti af hátíðinni í ár. Á leikonum runnu vísindi, listir og þjóðsögur saman í eitt og afraksturinn var sýndur á Patreksfirði í gær, í Ísafirði í dag og á Hólmavík á morgun. 250 tónlistarmenn á Suðurlandi koma fram á afmælistónleikum Björgvins Þ Valdimarssonar á Selfossi helgina. Tónleikarnir fara fram á laugardaginn í íþróttahúsinu Iðu og Selfossi og eru afmælistónleikar Björgvins Þ Valdimarssonar, tónskáls og kórstjóra sem var nýlega 70 ára og verða verk hans flutt á tónleikunum. Hver er þessi Björgvin Þ Valdimarsson? Það er einhver maður frá Selfossi sem hefur verið ákaflega iðinn við að semja sönglög. Og svo er náttúrulega þessi frábæra hljómsveit sem við hefum hérna, Sinfóníuljómsveit Suðurlands. Það er bara klassísk sinfóníuljómsveit sem við settum í gang hérna fyrir 5 árum síðan. Og einsöngvararnir, þeir munu taka vel á því á tónleikunum. Betur gat ég sagt með fanni, svart yfir þessu ranni. Hvað er svona þekktasta lagið þitt eða lögin svona fyrir þá sem eru ekki alveg með þetta á hreinu? Já, Undir dalanna sól sé ekki þekktast. Svo er það Vorsól, það er líka mjög þekkt og Kveðja heimannað og fleiri sem Álftagerðisbræður og fleiri kórar hafa verið að syngja. Við erum að gefa mikið til samfélagsins. Þetta fólk er búið að leggja alveg gríðarlega mikið á sig og það er mikið kórallíf hérna á Suðurlandi og það er náttúrulega frábært á þessu fólki að fá þetta tækifæri að fá að syngja með sinfóníuljómsveit. Og þá er veðri verslega eða breytileg 3 til 8 metrar á sekúndu á morgun og súldið að dálítil rigning á suðvestur og vesturlandi en bjart með köflum fyrir norðan og austan. Það hlýnar heldur en nánar veðrið að loknum íþróttum. Valur varð í gærkvöldi Íslandsmeistari karla í handbolta í 25. sinn þegar liðið vann FH í æsispennandi oddaleik fyrir troðfullu húsi að Hlíðarenda. Eins og segir, við vorum bara einu marki betri í dag og tökum hennar stóra. Íslandsmeistarar Víkings voru í miklum ham gegn nýliðum Þórs í bestu deild karla í fótbolta en 5 leikir eru í dag og í kvöld. Og Aston Villa og Freiburg leika til úrslita í Evrópudeildinni í fótbolta 20. maí. Freiburg hefur aldrei unnið titil og stuðningsmenn liðsins réðu sér ekki af kæti eftir undanúrslitin í gærkvöldi. Íþróttir eftir andartak. Og það var helst í þessum fréttatíma. Ítrekaðar athugasemdir voru gerðar við notkun Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarstjóra á innkaupakorti sem hún hefur til umráða. Hún endurgreiddi 3 reikninga í þessari viku eftir fyrirspurn fjölmiðla. Uppgjör við tímann í Bakkakoti hefur reynst mönnunum sem þar dvöldu í æsku þungbært, segir lögmaður þeirra. Frumvarpsdrögum rannsóknarnefndar Bakkakot og fleiri vistheimili eru á lokametranum. Verkamannaflokkurinn beið afhroð í sveitarstjórnarkosningum á Englandi í dag.